Nú ætlum við að skoða aðeins algebrujöfnur. Venjulegar hefðbundnar algebrujöfnur eins og þið sjáið hér er reyndar eitthvað sem ég er búinn að fjalla um áður. Ég ætla að bæta við hérna einni sem er með broti inni. En þetta er, ég má alveg umskrifa þetta en mér finnst það betra, svona. Þetta eru bara tölur, hálfur er tala, 1 og hálfur eða hálfur. Og hérna mínusa ég bara 0,5a til þess að þurrka þetta út. 0,5a mínus 0,5a er 0. En þá verði ég að mínusa það hérna megin 0,5a hérna megin líka. Og þá situr eftir 1a sem ég skrifa bara sem a. Svo plúsa ég 2 báðum megin til þess að losna við þetta. Þá er ég búinn að leysa jöfnuna. Þetta leit út fyrir að vera flókið. Það er bara út af þessum hálfum. Þetta er bara tala, 1 og hálfur og hálfur. Hérna beiti ég aðferð sem er að finna hver samnefnarinn er. Hann er 12. Þá margfalda ég gegn með 12. Allstaðar. Þá margfalda ég sinnum 12 hér, sinnum 12 hér, sinnum 12 hér og sinnum 12 hér. En ég stytti út það sem er undirstrikið, þannig að þegar ég stytti út 12 á móti 3 þá situr eftir 4. 12 á móti 6 þá situr eftir 2. 12 á móti 12, það styttist út, hér er ekkert þess að stytta út. Þannig ég þarf að passa mig, ég margfalda hér með 4, hér með 2, hér ekki með 1 og hér með 12. Og þá fæ ég út úr þessu 4x pluss 2x pluss x er jafnt og 12 sinnum 7 er 84. Hérna fæ ég út 7x er jafnt og 84. Deili svo með 7 báðum megin, x er jafnt og 12. Þetta dæmi leysi ég nákvæmlega eins. Margfalda með 21 í gegn, þá styttist þetta út og ég margfalda með 3, þetta styttist út og ég margfalda með 7. Það sem ég þarf hins vegar að passa mig á er að setja sviga utan um það sem ég margfalda. Það sem er undirstrikið farið því það styttist út. Svo bara margfalda ég gegn 7k mínus 28 jafnt og 21k mínus 24. Svo sameina ég þetta. Ég fæ mínus 14k. Gerir mínus 21k báðum megin. Og pluss 28. Styttist þetta út, þetta styttist út. Og mínus 14k er jafnt og 4. K er þá jafnt og mínus 4 14. Sem við styttum út í að vera k er jafnt og 2 7 í mínus. Passa týni ekki þessum mínus.